Nú ætlum við aðeins að skoða hvernig við styttum og lengjum brot. Þegar við lengjum þá erum við í raun ekki að breyta stærð brotsins, við erum bara að hækka tölunar. Margföldum með sömu tölu fyrir ofan og neðan strik, þá fáum við annað jafngilt brot, annað jafnstórt brot, en það lítur öðruvísi út af því að það er með öðrum tölum. Og þegar við lengjum þá margföldum við, bæði uppi og niðri. Við höfum að lengja með 3, þá lengjum við með 3 bæði upp og niðri. Ef við margföldum bara öðru megin, eða með sitt hvori tölunni, þá erum við að skekkja brotið, þá kemur ekki jafngilt eða jafnstórt brot út. En við verðum að nota sömu tölu til þess að fá jafngilt brot út úr þessu. Þetta verða 9/15. Og hérna með 3 og sinnum 3, hérna fáum við 6/27. Ástæðan fyrir við gerum þetta er þegar við förum að leggja saman eða draga frá, þá verða brotin að vera með sama nefnara, sömu tölu undirstriki, þá getum við þurft að lengja til þess að fá sama nefnaran. Stundum þurfum við að lengja fleiri en eitt brot í sama dæminu. Stytta með 4, það er akkurat öfugt, þá deilum við með 4 bæði fyrir ofan og neðan. Fáum út eitt 3 hérna, deilum með 4, það er á sama hátt. Ef ég deili með sitt hvori tölunni eða bara annarkvort ofan eða neðan, þá er ég að skekkja brotið, þá fæ ég ekki jafngilt brot út. Hérna fæ ég í raun 4/9. Við styttum brot til þess að sýna þau í sínu einfaldasta formi. Þessi hérna 2 brot eru jafnstór, en það er auðveldara að átta að sjá því hvað þetta er stórt heldur en þetta. Þannig að reynum við að skila þessu af okkur með eins lágum tölum og hægt er. Svona styttum við brot alltaf þegar það er hægt. Með hvaða tölu að brotin verið lengd og hvaða tölu vantar til að brotin verði jafnstór. Hérna þarf ég að skoða sjá því hvað er búið að margfalda þessa tölu með til þess að fá 16. Og 4 sinnum hvað er 16? Jú, það er sinnum 4. Þá var líka gert sinnum 4 hér. Því annars væri þetta ekki að lengja. 4 sinnum 4 eru 16, það passar. 5 sinnum 4 eru 20 og það var lengt með 4 minna. Spurtum hvoru tveggja passa að svara hvað er spurtum. 7 sinnum hvað er 35, þá hefur við lengt með 5. En hvaða tala, nú er ég ekki að margfalda 45 sinnum 5, heldur þarf ég í raun að deila því að ég er að finna hvaða tala sinnum 5 gaf mér 45 og það er 9. Þannig hér var 9 og það var lengt með 5. Styttu brotin eins og hægt er. Þegar við erum að stytta eins og hægt er, þá byrjum við alltaf að athuga. Gengur minnitalan upp í hærri töluna? Það, já, hér, þá deili ég bara með minnitölunni. Þá fæ ég út 1/7 og þegar ég komi 1 þá er alveg örugt að ég get ekki stytt meir. Hér gengur 12 ekki upp í 15. Nú er ég komin hingað. Þá þarf ég bara að athuga. Gengur 2. Gengur 3, gengur 4, gengur 5 og ég sé að 3 gengur, þá prófa ég það, þá fæ ég 4/5. Það er engin tala sem gengur bæði upp í 4 og 5 og 4 gengur ekki upp í 5, þannig að þá er ég komin á enda. Hérna gengur lægri talan upp í þá hærri, já, þá deili ég með 12 beggja vegna, ég fæ út 1/3. Sjá hvað þetta verður miklu þægilegra og einfaldara brot sem kemur út. Hérna gengur lægri talan upp í þá hærri, já, það passar. Hér fæ ég hálfan, hér fæ ég ennþá einfaldara brot. Hérna passar þetta líka, 31 deilt með 31, ég fæ 1/4. Sjáu hvað þetta verða miklu meðfærilegri brot. Hér gengur hærri talan upp í. En það sem að ég ætla að þá ger ég svona, ég fá þetta 1/3. En það sem maður hefði geta gert hér, og ég raun í sumum af öðrum dæmunum hérna, sérstaklega í þessu, ég ætla að sýna ykkur það. Ef ég fattaði ekki strax að gera þetta svona, þá gæti ég segja, já, 5 gengur í báðar, það enda báðar á 5. Og þá deili ég með 5 bæði upp og niðri, þá fæ ég út 7/21. Og ég gæti freistast þess að halda, heyrðu, ég er búinn. Nei, af því að 7 gengur upp í, þá þarf ég að gera aftur.
þá fæ ég út 1/3. Þið sjáðu ég enda á sama stað. Það skiptir engu máli hvort ég gerði þetta í einu skrefi hér eða í 2 eða 3 eða 4. Það sem skiptir málið endið á réttum stað. En eftir því sem maður verður flinkari við þetta, þá fer maður að sjá betur færri skrefin heldur en fleiri.